Getur þú ekki lesið eitt dagblað án þess að vera villtur? Já. Eða getur þú ekki lesið fréttir án þess að fá útskýringu frá mömmu þinni? Ég meina ekki alltaf, en já. Þá ertu heppinn. Við erum hér með Vilhjálm Viðskiptason, eða betur þekktur sem Villi Nilli hjá kvenmönnunum. Hann ætlar að kenna okkur hugtökin í hagfræði. Afsakið líka, hann er greindur með fjölda persónuleika röskun. Tökum sem dæmi þessa grein. Byrjum á hugtakinu verðbólgu. Sæl Villi, ég er Villi Nilli og þetta er verðbólga. Verðbólga er stöðuhækkun verðs á markaði og er mæld þannig að fylgst er með hvernig verð á vöru og þjónustu breytist milli tímabila. Til dæmis, ef verð breytist frá 2001 til 2002 um 2%, þá er 2% verðbólga. Svo er Seðlabanki Íslands. Seðlabanki Íslands vil halda verðbólgunni í smárri prósentutölu svo að þið geta haft allt í röð og reglu. En hvað er Seðlabanki Íslands? Seðlabanki Íslands, hann er banki bankanna og hann stjórnar öllum peningamálum Íslands. Hann heldur öllum atvinnuleysi fólki og verðbólgu lágu og hann ræður öllum stýrivöxtunum og er með hliðarsjón af efnahagsástandi Íslands. En hvað er þessi Hagstofa? Hún lítur út fyrir að vera mikilvæg. Hérna höfum við Hagstofu Íslands. Hún reiknar náttúrulega verðbólgu og reiknar hagvöxt og hún reiknar mannfjölda. Myndalur á mér, minnur hér sko. Svo eru lífsleikurnar. Það er líka að reikna af Hagstofu Íslands. Og hvað er þetta eiginlega hagvextir? Við ætlum að læra hagvöxt. Hagvöxtur er aukning sem á sér stað við framleiðslu hjá landi og er líka markmið allra þjóða að hafa jákvæðan hagvöxt. Til dæmis árið 2007 til 2015 var hagvöxturinn það bil eitthvað svona. Þetta köllum við kreppu.